hérna á innunni undir verkefni þá erum við hérna með verklega æfingu eða eitthvað slíkt sem að heitir Multisim aðgerðamagnari verklegt hérna. Og það er það sem við erum alltaf að gera núna í tölvunum. Og þegar þið farið þarna inn þá finnið þið eitthvað skjal og það á þá að vera þetta skjal hérna, aðgerðamagnarar. Það sem að við byrjum að læra svolítið að vinna með aðgerðamagnara. Þess að það var ein æfing, mælingaverkefni með 3 transistorum þar sem við vorum með samanburðarmagnara. Það var í rauninni svona mjög einföld uppsetning á svona magnara sem var settur í jafnvægi og við getum sagt að það sé svipað með aðgerðamagnarann. Við getum stilt hann þannig að hann er í ákveðnu jafnvægi og þetta er svona magnari í rauninni sem getur magnað upp magnað upp einhverja pínu litla breytingu sem að verður til dæmis í einhverjum skynjara. Eins og til dæmis eitthvað sem er kallað hérna hitarafvaki sem að þið kannski sumir hverjir hafi ekki lært en ef það eru búinir að fara í stilltækni þá ætti að hafa heyrt hann. Þetta er hérna, á ensku heitir þetta thermokopul og hérna til dæmis það er hérna mæli eða það er skynjara tækni sem að hérna hægt er að nota til þess að gera mælingar á við hátt hitastig, afgashita og það lærum við þegar við höldum áfram í þessu efni. En núna í þessu þá hérna skoðum við seinna hvernig getum við notað NTC mótstöðu til þess að vinna með svona aðgerðamagnara. En hérna eru svo að inngangar sem merktir 2 og 3, sem kallaðir plusingangur og mínusingangur. Hérna er mjög hátt inngangsviðnám þannig að við getum sleppt í að reikna með straumi hérna inn. Þannig að getum notað einfaldar aðferðir við raftengingu á tveimur viðnámum til þess að reikna út spennufall hérna fyrir framan. Svo að, eru þið búin að finna þetta saman? Eru þið komnir hingað? Þegar við notum magnarann í að magna upp einhver lítil merki eins og þetta U-inn hérna, þá er það stærra hlutfallið milli R1 og R2 sem að veldur mögnuninni sem gefur okkur út spennubreitingu á útgangi hérna, U-út og það er þá hérna samkvæmt þessari skilgreiningu hérna að U-út er að því þetta fer inn á mínusingangi hérna þá segir mínus A sem sagt þetta er spennumögnun sinnum spennan hérna inn en við setjum spennuna inn sem sagt neikvæða eins og við sjáum til dæmis hér, býtum við sjáum ekki hér, hérna sko þá sjáum við að mínus kemur hérna inn á mínusingangin þannig að mínusinu mínus gerir plús þannig að fáum jákvæða spennu út en fáum meiri neikvæða spennu hérna inn þannig að formúlan fyrir þessa mögnunarrás er þá hérna að U-út er sama sem sko mínus af því þetta er svo satt inn á mínusingangin og svo aftur sinnum sko U-inn ef að U-inn er mínustala líka mínuspenna að þá er það mínusinu mínus sem gerir plús þess vegna verður U-út verður plústala þannig að við þurfum eiginlega aldrei að hugsa þetta nema bara að póla sem sagt spennuna inn rétt sem sagt hún á að vera öfugt sko plúsin á að fara í mínusjörð sko á
á rásinni og mínusinn á hitarafaganum til dæmis, hann ætti að fara inn á inngang hérna sem að kemur inn á R1. Þannig að plúsin á hitarafaganum kemur hérna niður í jörðina á rásina en mínusinn kemur inn á R1 tenginguna. Svo að þá ef við fáum meiri mínus eða sem sagt hærri spennu út af til dæmis hærri hita á mælingunni, hærra afgashita, að þá myndum við fá hærri spennu út. Því að mínusmerki það snýr við mínus spennunni sem kemur inn á R1 og verður jákvæð spenna út á pinna 6 mælt frá mínus. En ok, það er hérna, ég þarf aðeins að leiðrétta hérna, það smá villa hérna í útleiðningunni að þessari formúlu hér, en allavega þá þessi formúla hérna númer 5, hún er rétt. En við getum skoðað ef við segjum hlutfallið milli R2 og R1 hérna 1 megaohm R2 og 10 kiloohm R1, að þá er spennumögnunin 100 sinnum eða 100-föld. Þannig að til að reikna út spennuna út þá ef hún 100-föld þá margfölduðu það sinnum einhver spenna hérna inn sem gæti til dæmis verið 15 millivolt og það þá mínusspenna líka, en þá fáum við jákvæða spennu sem 1,5 volt. Þannig myndum við til dæmis geta séð að ef við settum inn 15 millivolta spennu inn í, já sjáðu þetta mínusból hérna. Já, ef þetta spenna á bilinu 10 til 30 millivolt cirka, ef við myndum setja 15 millivolt inn hérna, inn á mínusbólinn, hann kemur hérna inn á R1. Já, bara út að það var ekki formúlan með mínus. Já, það var ekki sýnt þar sko, því að samkvæmt formúlunni þá myndum við fá mínus út hérna. En það fer svolítið eftir í hvaða spennu við fáum inn. Ef við fáum jákvæða spennu inn þá fer bara einhverja mínus og það náttúrulega náum við ekki vegna þess að við erum ekki með pluss mínus 5 volta spennu og með 0 einhvers staðar í miðjunni. Þannig að við erum bara að fá út úr þessari rás jákvæða spennu. Ok, við förum ekkert í flóknari spennutengingar inn á þetta. Þannig að við notum þetta bara praktískt og tengjum þetta við samanburðarmagnara og fáum háttgildi út ef að spenna til upp fyrir ákveðið mark og þetta samanburðurinn hérna. Það sem föst spenna eða við getum náttúrulega stilt þetta kannski ef að önnur mótstaðan verður stillanleg, þá getum við aðeins stilt það hvað viðmiðunarspennan há inn á tvistinn. Síðan fengjum við frá magnaranum hérna útganginum hérna, sexunni, þá fær maður hérna inn á þristinn og ef að spennan á 3 hærri en á tvistinum þá breytist útgangurinn 6 snögglega úr lággildi í háttgildi. Þá hérna getum við fengið þetta til þessi merkin á við vélgæslukerfi og það erum við að nota í verkefni í 17. rafeindatækniáfanganum. En núna lærum við á þessa útreikninga ef við notum aðgerðamagnarann í þessari rás hérna. Þetta er verkefni að NTC breytist með hita og útgangurinn verður hár við ákveðið markgildi og við skulum sjá hvernig þetta lítur út hérna. Við getum byrjað á því að reikna hvað er spennan inn á mínusinngangin hérna inn á 2. Því að hér erum við með, við skulum sjá, við byrjum á því að það er 22 kílóum hérna. Nú er spurning hvað er viðnámið hér í byrjun, að þetta er stillanleg mótstaða. Það þarf ekki að vera að það sé 50 kílóum endilega. Nú þarf ég aðeins að finna hérna námsefni hvar það hefur verið sett upp.
við höfum prófað að setja þetta upp sem sagt, já, við getum við rauninni byrja bara hreinlega á því að segja, ok, það er jafnstór mótstaðan hérna fyrir neðan, 15 kílóum hérna. Og við þurfum að reikna út, já, það er mjög lítill straumur sem að fer hérna í gegnum þessar tvær mótstöður, 15 kílóum og R-vaft 2, og þá sem sagt við segjum U deilt með R heildar P2, 5 volt deilt með 30 sinnum 10 í þriðja veldi, þess að ég bara setja 3-0 hérna, 30.000, og þá fáum við einhvern flottan straum. 17 mikroampere. Aha. Það er þá 17 sinnum 10 í mínus 7 veldi ampere. Og Það mætti halda það að ég hef það. og hérna og þá er það, já, sem segir nokkuð, ég er ekki alveg sammála þessu. Það er ströngað ábrot. Vegna þess að hvað fáið þið hinir? 0,17 milljón. Já, ég fæ það líka, en þess að við hækkum þetta strax upp. Við getum, það sem ég fæ út af þessu er 166,7 sem sagt mikroampere, sem er sama, og sem sagt þið getið farið Ég tek það saman þú sko. já. Það var ég bara á hérna. Nei, málið er það að við æfum okkur líka að nota hérna ENG-takkan, bara til þess að ruglast ekki á þessu. Þetta við þurfum að læra á því að við hérna, sko, færum ekki kommuna alveg rétt til. Já, já, ok. Ef að þið hérna ítið á shift og ENG-takkan, þá förum við tilbaka og þá fáum við sem sagt 0,16 eða 0,17 ef við hækkum strax upp milliampere. Þú sér núna? Já, ég klúðraði 1,0 á. Já, nákvæmlega. Þetta er bara æfing, við þurfum að æfa okkur á þessu. Það er bara mjög nauðsynlegt. Það er sem sagt þetta 0,1667 milliampere. Getum við kallað þetta á líka. En allt í lagi. Það er bara við séum með þessa tölu í reiknivélinni og við hérna í rauninni, ef þetta eru jafn stór viðnám, þá þá þekkið ákveðna reglu í því, er það ekki? Að þegar við reiknum út U2. U2, þá notum við þennan straum, hvað getur já, það er spurning. Ef að kalla þetta í 1 sinnum R-vaft 2 sem er stilltur á 15 kíló, og þá er þetta 0,1667 sinnum 10 í mínus þriðja veldi sinnum 15.000. Og hvað fáum við þá? Við getum verið með þessa tölu bara í reiknivélinni og svo ég bara segjum sinnum 15.000. Við fáum 5 deilt með 2. Já, alveg rétt þér. 2,5.
En þið hérna, ég hissa á því, af hverju sagði enginn, halló, viðnáminn eru jafn stór, þetta er helmingur af spennugjafspennunni, af hverju sá enginn þetta strax? Sjölu. Ég? Ekki að ég með það. Fyrir að fá að vakna. Já, það er ástæðan. Ok, ástæðan er ýmis, já, það er COVID. Já, það er COVID. Við erum alltaf komið þess að það eru svona ykkur. Það var ekki einu sem varst fram út. Ok, þannig að þið vitið að þess að viðnáminn skipta, viðnáminn skipta spennunni á milli sín eftir stærð. En hefði það verið rétt að bara segja spennugjafspenna deilt með helming? Deilt með tveimur. Deilt með tveimur, já, meina ég. Já. Það er rétt. Og bara skrifa svona spennugildi hérna, 2,5 volt, því að við þurfum að bera það saman við spennuna sem kemur inn á þrýsti. Og því að hann virkar á ákveðinn hátt. Ef að spennan á tvistinum er hærri, mínusinganginum er hærri heldur en spennan á plúsinganginum, mínusin hærri, þá fáum við lágt gildi út. Þá erum við með 1,8 volt. Þá er U3 minni en U2 og þá er U6 1,8 volt, eins og stendur hérna undir myndinni. Og þá hérna skoðum við hvað er spennan núna á þrýstinum. Nú eru þið konum með aðferðina. Hvernig var reiknað út? Já. Er það ekki bara helmingurinn af hinu? Sem fengum út? 2,5. Nei. Er það ekki bara helmingurinn af 2,5? Það er hinn á móti. Þið eru að nota sko 22 kílóum á móti 15 kílóum. Núna reiknið þetta út. Og ég set hérna pásu. Já, þannig, sem sagt, þá getum við farið að fylla inn í þessa töflu. Strákar, eru búin að fylla inn í töfluna? Er hægt að fylla inn í töfluna? Er hún hérna rafræn? Eða er þetta mynd? Hún er rafræn. Hún er rafræn, þannig að þið getið skrifað inn í töfluna. Ok, gott mál. Þetta var hérna 2,5 volt. Býtum við, hvað er ég að gera hérna? Ekki virk? Jú, það. Þið skilur samt ekki bara mynd af verkefninu. 2,5 volt er hérna og hérna er 2 volt. Volt, 2,5 volt og það verður náttúrulega áfram 2,5 volt hérna. Og svo þurfum við að fyrir að reikna þetta til dæmis á einhverju á prófi að þá kemur hérna alltaf klausa það að til þess að útgangurinn verði hár, þá sjáum við þessa línu hérna, þetta hérna, að þegar að spennan á þristinum verður 0,1 volti hærra en spennan á inngangi 2. Hvað skrifum við þá? Þá verður útgangurinn hár. Við ætlum að hafa það verður að vera 0,1 volti hærri spenna á pinna 3 heldur en pinna 2 til þess að útgangur verði hár. Hvað kemur þá hérna í þennan auðareit á spennu U3? 2,6. Akkurat. 2,6 volt. Þá setjum við bara hérna, við bara skrifum við inn til þess að hann fari í 5 volt á útgangi, gefum við rönn eða eitthvað slis, eða bregðust við, þá verður hérna 0,1 volti hærra heldur en á pinna 2. Það er 2,6 volt. Og þessa spennu notum við hérna til þess, hérna 2,6 volt, já, U3 hérna er núna, sem 2,6 volt og þá reiknum við út hvað verður þá NTC viðnámið orðið með lágt viðnám. 2,6 volt hérna, það er U3
þurrka hérna út þetta hér. Hvernig getum við fundið út því? Jú, í Ohmslögmálinu þá erum við alltaf með, ef við vitum tvo þætti, ef við vitum hérna, eins og í þessu tilfelli, við vitum spennu og það er hérna þetta 15 km viðnám og við vitum viðnámið. Hvað getum við reiknað út? Við vitum spennu og við vitum viðnám. Hvað er það þriðja sem við getum reiknað út? Já, við getum reiknað út strauminn sem að fer hérna í gegn. Þennan straum hérna. Og vegna þess að við hérna ætlum að segja að þessi straumur hérna inn eða út eða hvað sem er svo lítill, hann skiptir engu máli, við sleppum honum. Hvaða straumur er þá hérna í gegnum NTC-mótstöðuna? Ef við reiknum straum í gegnum 15 km mótstöðuna. 2,6. Nei, það er spennan yfir 15 km viðnámið. Ekki rugla saman spennu og straum. 2,97. Já, sko, málið er að hérna spennufallið verður náttúrulega restin af spennugjá á spennunni. Já, þá getum við fundið, þá finnum við náttúrulega spennuna yfir NTC. Það er alveg hægt. Við segjum bara 5 volt mínus 2,6 og fáum spennufallið yfir NTC. En ég var að spyrja sko, hvaða straumur er það? Ég ætlaði bara rétt að þið séu búin að átta ykkur á því að þetta er nákvæmlega sami straumur sem við reiknum hérna út. Það er sá straumur sem að fer líka í gegnum NTC-mótstöðuna. Hann kemst ekkert aðra leið. Þetta hérna er ekki tengt, skilji. Já, það getur verið. Sem sagt, þá segjum við hérna 2,6 deilt með 15.000. Ég fæ strauminn hérna ég fæ þennan straum hérna, ég ætla að taka þennan svona. Þessi penn er að gefast upp hjá mér. Fæ ég hérna annan svartan lit, eða kannski þetta líka blár. Og þá segi ég þetta 2,6 volt. Það er líka blár. Flottur. Deilt með 15.000. Ég ætti náttúrulega að setja formúluna fyrst. Bara lítið pláss fyrir þetta, en við vitum hvað við erum að gera. Við erum að reikna út strauminn. Í gegnum 15 km mótstöðuna. Þetta er í rauninni, já, ég seti þetta hérna 2,6 deilt með 15. Var einhver villa sem þú gerðir? Já, ég var með heima þarna spennuna. Já. Við höfum að nota þess að U3 sem að er núna 2,6 volt. U3 deilt með, segjum bara 15K. Og þá förum við og segjum þar leiðir að í straumurinn er 2,6 deilt með 15 og þá fáum við tölu sem er 0,17 millar. Já, 173,3 mikroampere eða alveg rétt hjá þér að þetta er, ef við ýtum á shift og ENG að þá engineering units þá fáum við 0,173 milliampere. Og þetta er straumurinn sem fer núna í gegnum NTC-mótstöðuna. Og hérna, núna hérna getum við fundið tvennt. Hvað er UNTC núna? Hún er játt á spennugjafarspennan, U, DC,
mínus 2,6 volt. Sem sagt mínus U3 ætla ég að skrifa. Mínus U3. Sem sagt U-NTC er 5 mínus 2,6 volt. Svo sé með þetta alveg að reyna. Hvernig við fyrir með þessu? Og það er náttúrulega 2,4 volt sem er yfir NTC mótstöðuna núna vegna þess að 2,6 volt er yfir 15 kW mótstöðuna þarna niðri. Það er spennan inn á þristinn frá mínus sem við köllum U3 og þá er restinn af spennugjafspennu 2,4 volt yfir NTC mótstöðuna. Og þá getum við reiknað út stærðin á NTC mótstöðunni, R-NTC, er þá sama sem spennan U-NTC þegar hún heit. Þá hún er heitnað. Eða þegar hún verður hún heit, þá verður spennan svona og straumur svona. Og við deilum með straumum, I, sem við getum kallað í heitt ástand. Og þá fáum við 2,4 deilt með 0,173 sinnum 10 í mínus þriðjaveldi, þetta er ampere. Þá fáum við þetta út í ómum. Já. 13.846. Heyrði ég það rétt? Já. Flott er. 13,8 kíló. Frábært. Það er alveg upp á brot úr viðnámi, brot úr rúmi. Þá getum við skrifað hérna inn. Við erum búin að reikna þetta út. Þess að 2,4 volt yfir NTC þegar hún er heitt, deilt með 0,173 sem 10 mínus þriðveldi, þá fáum við hérna 13, þá minnkar hún í 13,8 kíló. Ég má náttúrulega ekki setja punkt hérna sko. Það er ekki því að við erum ekki búin að skrifa kíló. 13,8 kíló. Þetta væri í sjálfsögðu alveg nóg. Við erum að breyta alveg frá 22 kílóum og niður í 13,8 kílóum. Ok, þá vitið þið hvernig þessi útreikningur virkar. Og þá drífum við okkur í það að teikna þetta upp á sem sagt þessu formi hér og þá þurfum við að opna multisim og fara að vinna í því, setja þetta upp svona og við þurfum að finna hérna, eru allir búnir að setja í gang forritið? Hvað heitir forritið? Multisim. Það er nógu
að skrifa bara eitthvað multi og þá ætti að koma, það gæti verið remote eitthvað. Þegar flestar tölurnar eru þannig stiltar. Þá bara segið continue eða ég ætla að athuga hvað gerist hjá mér. Multi. Já, það kemur hérna remote forrit. Hjá mér, hjá kannski flestum, en það getur verið lokal og þá kemur upp eitthvað svona gluggi og þá segir bara connect og þá fer það af stað. Hvað tækir að Og aðgerðamagnarinn? aðgerðamagnarinn, hann er undir sem sagt virtual hlutanum og þess vegna þurfum við allir Hvað heitir það? operational amplifier, ertu að meina það? Hvað heitir hvað á ensku? Já, svo málið það að ef að þessir bláu gluggar er ekki hjá okkur þá verður að hægri smella hérna á gráa svæðið ofarlega hérna það sem að tækjastikurnar eru og velja þar virtual. Ef ég smelli hérna á virtual þá dettur hérna allt þetta blá út hjá mér. Hægri smella á gráa svæðið og haka við virtual að þá fæ ég hérna þessi tæki og ég ætla að reyna að ég kem því náttúrulega ekki hérna. Jú, ok, ég náði svona og þá ætla ég að hafa þetta hér vinstra megin aðeins minnka þetta kannski svona og þá leitum við að aðgerðamagnarnum sjálfum, byrjum á því kannski og hann er merktur hérna place virtual 5 terminal op-amp 5 terminal op-amp og þið sjáu að hann snýr þá í rauninni ekki rétt með myndina hjá okkur þannig að við þurfum að fara í flip. Hvað sagði hann heiti? Hann heitir place virtual 5 terminal op-amp þetta er neðsta hérna við þurfum að fara, ertu með þetta bláu kassa hana ertu með þá? Já, ég er bara í hvað... Já, það er kassin sem er númer 2 frá vinstri það kemur 3D fyrst svo kemur svona þess mynda aðgerðamagnarnum allt í lagi og við þurfum að snúa á honum sem sagt við þurfum að fara í flip vertical svona þá er hann tilbúinn til að tengjast sem sagt eins og er sýnt hérna á myndinni náum í sem sagt spennugjafann og jörðina, jarðtenginguna lengst til vinstri í tækjastikunni place source og þá hérna DC power ok, setjum hann einhver staðar hérna og nú sjáum við það að þetta er allt öfugt þannig að plúsin hérna á spennugjafann hann tengist á að tengjast að neðanverðu náum í jörðina líka ground rásin getur ekki virkað öðru sem við séum með jörðina líka setjum að þetta einhvers staðar tengjum hann á eftir en svo vantar ykkur líka spennumælana við erum búin að finna jörðina, ground og DC power hérna þá förum við í spennumæla og þá hérna finnum við hér place indicator, þetta er sem sagt 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. Þetta er 10. safnið frá vinstri. Place indicator. Þá förum við í spennumæli, voltmeter hérna. Það er bara efsti, já ok, hérna, já. Ef við erum með hérna vertical þá er þetta
þriðji ofanfrá sem er sennilega best að nota og þá staðsetjum við tökum svona 3 mæla. Það eru DC spennumælar. Svona. Förum að nota þessa 3 og síðan eru einhverjir sem eru að fara að leita að þessu viðnámi. Sem sagt, þetta er eftir ANSI staðli vantarlega, sem sagt, amerískur staðall sem að hérna við erum með og þess vegna líta viðnámið út svona zigzag. Og það er akkurat tákna viðnámi hérna place basic, þar náum við reyndar, nei við skulum ekki ná í viðnámið þar, heldur við skulum fara í þessu bláu fleti hérna því að við viljum ekki hafa eitthvað frávik í viðnámið. Við förum í sem sagt þetta er þriðji blái flöturinn vinstra frá og þá veljum við þar place virtual resistor. Þar náum við í viðnáminn. Ef við náum ekki í þau þá fáum við sem sagt mismunandi aflestra og mismunandi spennur vegna þess að það er frávik í þessum viðnámum. Og það er þetta að snúa sem sagt hægri smella á þetta og fara í hérna clockwise, 90 gráðu clockwise eða það er hægt að hérna ítra á Ctrl og R og ef maður ítir heldur Ctrl inni og hérna ítir nokkur sinnum á R þá getur maður snúið í til eins og maður vill hafa. En þá getum við bara fjölgað þessum viðnámum, bara getum tekið afritaði og sett hérna þessi 4 og stillt þetta á það stærði sem við viljum hafa. Og þegar við tvíspennum á þessu viðnám þá hérna skrifum við bara við getum skrifað 15K þá skilur tölvan það og það bara ítum við enter þá breytist það strax í 15 kilóohm hérna. En hérna, ég raðaði þessu ákveðin hátt. Ég tók viðnáminn og það er eftir í hvaða röð maður tekur þau, þá hérna kemur númer. Til dæmis hérna R1, hann er hérna ofanverðu, vinstra megin. R2 og er þá hérna fyrir neðan. Og síðan kemur R3, R4 er svo hérna niðri. Hvað sækjum að mæla það? Undir place indicator. Þar smellir á voltmæli. Og þetta er svona 3. voltmælirinn hérna ofanfrá. Hann er sem sagt plús ofanverðu, hann snýr svona og með endana upp og niður. Ok, þá prófum við þetta, tengjum við þetta upp og hérna setjum viðnáminn eins og þau koma fyrir þarna og eins og við vorum að reikna kannski. 15K hérna, ofanverðu og 15K að neðanverðu líka. Nei, þetta var NTCM ástæðan í rauninni, hún var 22 kg. Ég ætla að setja þetta í 22 hérna. 22K. Hérna vorum við með 15K. Og hérna erum við með 15K. Og þá er bara að tengja þetta upp og hérna málið er að þegar við snérum honum þá fylgdi sko mínuspóllinn hérna. Þannig að við erum að taka línu upp úr að ofanverðu á aðgerðarmagnanum og fara með hérna aðeins út fyrir til þess að tengja hana niður í mínuslínuna. Við skulum hafa mínuslínuna hérna svona og tengjum hana til með hérna í R2. Það var í rauninni stillaðilegt viðnám, en við getum alltaf breytt í. Og svo tengjum við þetta bara upp og
fáum hérna plúsinn hérna inn á bæði viðnámin hérna á ofanverðu og plúsinn þarf líka að fara hérna á aðgerðarmagnaðan og til þess að beygja þá getur maður smellt niður til þess að fá línuna á ákveðin stað og ætla að hafa spennumæli hérna við útganginn og þá fæ ég hér og hér ég átti að tengja mínusinn á spennugjáfanum og við þurfum að passa okkur á því að hafa jörðina tengda hérna ground annars getur forritið ekki reiknað út rásina við verðum að vera með þetta tengt svo tengjum við mínusinganginn á milli R1 og R2 hérna setja hérna og síðan síðan tengi ég plúsinganginn þannig inn á milli R3 og 4 aðeins aðra svona ég var meðan svolítið neðarlega með myndina en nú ætlum ég að mæla sem sagt þyrfti helst að hérna U2 okay. Já, því að U1 aðgerðarmagnaðinn sjálfur þetta merkilegt herðu, en ég get samt nýtt mér þetta af því að þetta samt ekki þannig á myndinni ég get fært þetta hérna og því að U2 það spennan inn á mínusinganginn ég get haft það hérna sniðugt og svo ég líka með U3 lausan hérna ég get sett þann mæli þar ég get fært þessa merkingar hérna til en þetta U2 hérna þetta U2 og hér höfum við þá U3 það byrjum við og þá tengjum við sem sagt saman hérna þetta hérna í mínus nei ég reyna að fá punkt svo þetta er erfitt tengja þá hérna já, tengt mínusinn hérna á mælana og þá kemur U3 hérna inn á plúsinganginn og svo ég með spenna út og í rauninni þetta ætti að vera U6 þá ætla ég að reyna að hérna fá fleiri mæla þar þegar ég fæ U6 þegar ég kom U5 glæsilegt U6 frábært þá bara tekja út þessa hérna breytist nokkuð númerið nei gott mál og þá get ég verið með U6 hérna hefa hérna þarf ekki að hafa hann alveg inn í þessu tengi hann inn á útganginn pinni 6 útgangurinn á aðgerðarmagnanum svo hinn fer bara í mínus ef það setja í gang athuga hvað við fáum hérna samkvæmt töflunni hvort þetta passar breyta voltbólum í 5 þakkaði fyrir hérna spennugjafarspennan 5 volt það þá tvísmetum bara á spennugjafann og breyti því í 5 volt þá ætti þetta að ganga og setja í gang og þá sjáum við það þetta helmingurinn af heildarspennunni 5 voltum þannig að
2,497. Það er spurning ef ég stækka innra viðnámið úr 10 megaómum. Hvort að eða það er hann ætti ekki að gera ráð fyrir einu viðnámi hérna. Þetta ætti að vera 2,5 volt. Það er bara spurning hvort að mælirinn hefur áhrif á þetta. Ég ætla bara að prófa að fara með þetta í teraóm hérna. Sjá hvað þetta hefur áhrif. Já, það munar eiginlega, það er komið 2,499. Það sjá hvort að mér tekst hérna að gera ennþá betur. Ég kom með þetta í teraóm, kemst ekki hærra þar. Ég ætla að setja hérna fleiri 0 hérna. Sjá hvort hún getur reiknað þetta út, tölvan. Ég næ ekki hærra en 2,499 volt. Allt ekki að vera, ég er sáttur við það. Og hvað reiknum við þetta út hérna áðan? Við reiknum út spennuna á inngangi 3. 2,027 eitthvað svoleiðis, já. Það er alveg næstu það sama. Þannig að nú er þetta kalt. Og síðan við reiknuðum að viðnámið færi niður í, hvað er ekki, 13,8 kílóum. Minni mig, er það ekki? Er það ekki rétt hjá mér? Já, ok. Þá er þetta, við getum tekið þessa mynd og sett hann inn í skýrsluna hjá okkur. Þetta er önnur myndin sem við ætlum að hafa inn í þessu verkefni. Setjum kopíu það og þetta allt saman og förum að yfir í, það er reyndar alveg sama myndin og er í verkefninu en við getum sett það bara hérna allra neðst. Þetta hérna, já við hefum eftir að gera eitthvað meira hérna. Ok. Getur hann komið? Já. Og svo breyttu þessu í 13 kílóum hérna NTC málstöðinni. 13,8, já, nú má ekki nota kommu, punktur 8K. Þá Þetta var eitthvað vitlaust hjá þér. var það vitlaust hjá mér. 13,8K, takk fyrir það. Þá ætti þetta að vera svona. Þá ætti hann að fara með útgátt í hálfstyrki. Já, hvað er það? Aftur hvað ég er svona há. Fyrst er þetta 22 kg sko, eftir sem hósta, þá tekur það frá mér, tekur það inn á, svo tekur það bara neðst í skjalið og svo aðra mynd þar sem að NTC mótstaðan hefur lækkað niður í 13,8 kg. Hvað gerist þá með útganginn? Má sjá. What? Jú, hann breytist í 4,3 volt. Það er orðið í rauninni 4,3 volt, er þá þarna orðið hátt gildi. Þá er hann búinn að bregðast út sko. Vegna þess að við erum ekki með neitt svona afturverkandi viðnám frá útganginum inn á inngang, til dæmis mínusingang hérna, að þá magnar hann upp merkið þegar að spennan á pluss innganginum orðin hærri heldur en á mínusinganginum. En af hverju verður því hjá mér 5 volt? 3 verður hann 5 volt. Ok, skoðum það. Efri myndin hérna er þegar viðnámið er kalt og neðri myndin er þegar viðnámið er heitt. Já, hérna er merkið, það færist ekki til omega merkið á milli sýndarvélarinnar og Word í lokalvélinni. Það er skrítið, þetta breytist merking. En ok, hérna þetta er rásin sem við ætlum að setja upp, sem sagt það er hitarafvaki eða þermokópul sem að tengist sem sagt með plúsin við jörðina
og mínusinn fer inn á R. Já, nú er spurning, er þetta ekki vitlaust merkt? R1 og R2. Býtu við, ég er ekki alveg klár á því. Hvernig var þetta hérna? Jú, R2 var hérna feedback við námið. Þannig að þetta er ekki alveg svona merkt eftir hérna fyrirmyndinni sko. En hvað það? Við erum að tengja þetta svona upp. Og já. TSE stendur fyrir Thermocouple og það er oft notað. Þá þurfum við bara að breyta þessu hérna. Já. Hérna ætlaði ég að hafa R1 í staðinn hér, R2 í staðinn hérna. Þetta var 1 megám, já. Og hvað er þetta hérna? Þetta verður 15 gá. Og þá hérna erum við að tengja þetta. There you go. Ég elska fótbolta. Bara vísi, dýrna, bara ég elska fótbolta. Það er allt skemmtur. Við höfum að snúa við flip vertical þessum spennugjafa hérna sem að líkir eftir spennu frá setja hérna 10 millivolt spennu hérna frá hitaraga og þetta fer inn á mínusinganginn hérna og þetta er sem sagt mögnunin og sjá að það er einhver það kom bara tveir mælar hérna og hér tengjum við sem sagt mínusinn og þá get ég fengið hérna
R2 inn á útganginn. Ég víxlaði númerunum með þessa mynd hérna, en það breytir í rauninni engu, bara til þess að hafa eins og upprunalega myndin er. Og já, plúsinn fer beinast til leiðinni í mínus, svona. Og við fáum plúsinn hérna frá útganginum. Og svo höfum við hérna já, 2 mæla, það er nóg að hafa 1 mæli. Ná, ég hann spennugjafa. Setja spennu á aðgerðamagnarann. Hérna höfum við hitt viðnámið. Ja, sjá. Það ekki að fara svona. Já, það er best að gera það aðeins. Ég fæ ekki réttar tölur úr þessu. Nú, það er... Ég fæ bara eitthvað stúpid lága tölur á meðan við það sem í skjælunum. Það er 0,6 eitthvað. Já, ég líka. Já, snúið minni orkugjafanum. Það var mínus mögur, ég lendi á hann. Já, ég glemdi því. Já. Ég lækka þetta tölur. Já, ég var að fara það. Hvað verður með að snúa það við? Mínusinn á að vera niðri. Það sé það? Já. Og aftengjan á snúum. Ég er 5, það ekki að það. Það er gaman. Bara að breyta Ef við breytum hérna sem sagt stærðinni á spennunni inn sem sagt, eða hækkar hitastigið í þetta raforkan eða TC termokópul, að þá magnar hann upp sem sagt frá því að var 10 millivolt sem að breytist yfir 1 volt hérna, sem er þá lægri spenna á plúsingangi heldur en mínusingangi, því að hérna er ég með helmingin af spennugjafaspennunni inn á mínusingangin á samanburða þættinum. Þar erum við með sem sagt 15 kΩ uppi og niðri. Skipti spennan bara til helminga. Já, þetta er merkilegt að þetta skildi hafa virkað. Það er öruggara að vera með jörðtenginguna líka hér á mínusinn á hinn spennugjafan. Og þá getum við prófað hvort að þessi breyting hérna upp í 26 millivolt, hvort að hún virkar. Ég ætti að fá hérna 2,6 volt cirka og síðan ætti útgangurinn að fara í hátt gildi, 4,8 volt eða eitthvað slags, þegar við setjum í gang. Hvað gerist? Já, útgangurinn á magnaranum, efri magnaranum, hann magnar 100 sinnum spennuna hérna, þannig að hún komur upp í 2,6 volt og það er orðið hærri spenna heldur en á mínusinganginum, af því það er 2,5 volt þar og þá er útgangurinn hár 4,34 volt. Þetta er svona skilgreint sem hátt gildi, þó þetta sé ekki alveg 5 volt. Já, þá hérna tökum við þessar 2 stöður
Til dæmis þegar þetta er 20 millivolt annars vegar, við segjum þetta sé 20 millivolt hér, segjum 20, ok, þá set ég í gang, læt hann að reikna, slekku aftur, þá skoða ég mælana, jú það er 2 volt út frá 20 millivoltum, margvandað sem sinnum 100, þá er 2 volt út og 2 volt eru undir 2,5 voltum hérna, þannig að þá er lágt gildi út. Og það er slökkt á rásinni og þess vegna tek ég hérna, mynda þessu hérna, blokka yfir þetta allt saman, eða segi Ctrl+A, Ctrl+C og fer með þetta yfir í skjalið mitt hérna, Word-skjalið og hérna set myndina hér, svo ætla ég að fá hina myndina þegar það er komið upp fyrir viðmiðunargildi hér sem er 2,5 volt. Ef að hitinn frá á afgasinu eða einhverju er farin að gefa hérna upp fyrir 25 millivolt eða segjum 26 millivolt, ok, og þá setjum við í gang, látum hann að reikna, þá fæ ég 2,688 volt út úr aðgerðmagnarunum og þá er það hærri spenna heldur en á mínusinganginum á samanburðarþættinum, aðgerðmagnarunum, og þá fæ ég hátt gildi út. Þá er komið hærri spenna á plus 2,6 heldur en 2,5 volt inn á 1 mínus. Og þá er komið há spenna út. Hátt gildi út. Ég skil ekki alveg hvernig þú ert að ná þessu hérna upp, ég er bara með 0,6 bara með. Já, ég ætla að afrita þetta hérna, copy og yfir og þá skoða ég þetta hjá okkur og setja hérna myndina hérna fyrir neðan. Lítið efni í viðnáminu. Þarna efsta viðnáminu. Nei, en já, lítið en. Já, stórt. Þarna kemur það. Það er vissi það. Já, sko, því að 1 megaohm er skrifað með stóru M-i, en ef þú setur inn 1 milliohm, sem er 1 sem 10 í mínus þriðaveldi ohm, skilurðu, þá er það miklu minna viðnám og þá er mögnunin ekki nein hérna eitthvað, þá er þetta allt annað sko. Það passa ykkur að gera greinuminn á stóru M-i og litlu M-i. Mega annars vegar og milli hins vegar. Ljómandi, þá eru við búnir að fara í gegnum þetta verkefni. Ég get skoða þetta hjá ykkur ef það eru strandið einhvers staðar, en ég ætla að loka upptökunni núna.